Kæru sjómenn nær og fjær og allt þeirra fólk. Hjartanlega til hamingju með sjómannadaginn núna helgina sem að vonandi verður haldinn hátíðlegur sem allra víðast. Við hérna í föstudagsþættinum ætlum að vippa okkur örlítið vestur á bóginn og við lendum á Bíldudal þar sem að Gísli Ægir, vegamótaprins, ég ætla að spyrja nú til þess að nafngift á eftir, er hérna sestur og að spjalla við okkur. Heill og sæll Gísli. Þetta er blessaður. Blessaður. Við geymum prinsinn aðeins, en hérna, ég veit að þú ert að fara að gera eitthvað geggjað á sjómannadaginn þarna fyrir vestan. Hvað er það? Já, við ætlum að bregða okkur ásamt ykkur yfir á Patreksfjörð. Þeir hafa haldið sjómannadaginn hátíðlegan, ég áttur að fá statíkinu af því, en ég held að það sé yfir 70 ár. Það er nokkur ár síðan það held upp á 70 ára óslitið afmæli sem þeir hafa haldið upp á sjómannadaginn. Frábært. Og við ætlum, já, það er alveg magnað og þeir gera það vel. Þeir eru með mikla dagskrá og þetta er alveg 3 daga festival. Ég held að sé, já, þetta er 5. dagur eitthvað létt dagskrá og svo er föstudag, laugardagur og sunnudagur, 4 dagar. Þetta er alveg, þeir eru svona að gera þetta. Þeir eru flottir í þessu. Já, svona að gera þetta. Þannig að við ætlum svona að kíkja á nokkra viðburði og svo ætlum við að bregða okkur í siglingu á nýjasta togara nýjasta togara, það er fyrsti togari sem hefur verið á Patreksfirði á sunnanverðu Vestfjörðum bara í þónokkuð mörg ár og elda. Við ætlum að grilla steinbít fyrir svona kannski 200 manns á 40 mínútum eða eitthvað svoleiðis. Já. Og stíga sennilega að dansa meðan því að það verður tónlistu borð líka. Þetta er almennilegt. Já, það er verið að Halldór Gunnar og Sverrir Bergmann að spila vindir og með við eldum. Þetta verður bara fín. Já, ok, þannig að bróðir þinn er að heldur upp í stuði. Já. Er það ekki rétt? Það er ykkur á bræður. Já, ertu ekki fjallabróðir? Jú. Já. Einn af 7000? Einn af 7000. Hvað eru þið margir? Við erum þó nokkuð margir. Ég náttúrulega, ég flutti vestur, við bjóði í bænum og svo fór í 2010 hingað vestur og ætlaði að vera yfir veturinn, fara á sjóinn aðeins og svona bjarga fjárhagnum. Já. Og það er komið 12 ára síðan. Já, ok. Akkurat. Og ýmislegt búið að gerast á leiðinni. Ég trúi því. Við deildum ábyggilega æfingahúsnæði á tímabili meira síðan. Já. Niður á Fýtbakka, ég og þú. Já. Það minnir mig. En dásamlegir tímar. Það voru dásamlegir tímar. En dásamlegir tímar núna. Þú ert þið ætla að halda sjómannadaginn svona veglega hátíðlegan og þú ert sömuleiðis þá að fara að sjá gera þætti hérna fyrir N4 eða ekki? Já, svo ætlum við að fara það í haust. Þá ætlum við að gera svona matar og ég vil ekki bara segja svona menningarþætti. Við ætlum að byrja að taka einn út í Selódal og elda út og það er náttúrulega ekki hægt en að fara að vera Gísla á Uppsölum. Það segir sig sjálf. Akkurat. Þannig að við ætlum að fara út á Uppsali og ég fæ með mér gest þangað og fara svolítið svona bara líka ofan í söguna Gísla. Já. Af hverju fór hann ekkert úr dalnum og hvernig þetta atvikaðist. Og við eldum eitthvað þjóðlegt á meðan. Og svo ætlum við að förum við í Hversby að kenna Lækna Tómasi að gera fiskibólur. Hann komið tími til að hann læra eitthvað maðurinn. Og Akkurat. Búin að skrifa 300 bækur og... Já, hann kann ýmislegt en hann kann ekki gera fiskibólur. Nei, komið tíma það. Svo förum við hittum við Þrösli og Vinni og þar heldum við fiskiveislu sem að við höfum nú gert saman vinnirnir í mörg ár. Já. Svona sem við bjóðum gestum og gangandi og þá verður mikið brasa. Já, og svo einn í viðbót, svo verður kemur systir mín sem er leiðir snjódrífur sem hafa verið að labba fyrir lífskraft. Það verður mitt núna bara í næstu viku að fara að labba yfir Snæfellsjökul. Ó, frábært. Já, þannig að þetta verður margvíslegt og skemmtilegt. Þetta hljómar ótrúlega spennandi. Passlega sveitó, það ekki? Jú, nákvæmlega. Akkurat nákvæmlega, þessi hárfíni balans. Já. Til að halda okkur áhugasömum og það er nefnilega áhugavert, það er skemmtilegt. Já. En herðu, hérna er nóg til að steinbít fyrir sjómannadaginn? Já. Það er öflug útgerð á Patreksfirði og oddamenn ætlar að sjá okkur fyrir steinbít, þannig að þetta er bara, við erum í toppmálum. Það er glæsilegt. Þú nú var nú kokkur, þú starfar sem kokkur, eða ekki? Jú, ég er búinn að eiga veitingastað sem heitir Vegamót í 5 ár, þetta er 5. sumarið og gengur bara alltaf betur og betur. Við þykjumst vera heimsfrægir fyrir Fish and Chips
sem að fólk kemur alltaf að í löngum bunum til að borða hjá okkur, einhverju hluta vegna. Ég hlýt að vera að gera eitthvað rétt bara. Það þú lítur að gera eitthvað rétt. Og hérna, ok, veitingastæðurinn heitir Vegamót og það færir okkur aftur að Vegamóta prinsinum, sem er þú. Það er, það er bara, sko, það var nú bara þannig fyrir, ég ákvað að opna eitthvað svona snappreikning og bladra þar daginn út og inn. Já. En þetta byrjaði þannig að þegar ég var 40 þá fekk ég í lag í afmælisgjöf frá vinnum mínu sem fór í Stúdíó Paradís og tók upp og gáði mér lag sem heitir Vegamóta prinsinn, sem var bara samið mér til höfuðs. Ég skil. Og þannig kom nú nafngiftin í upphafið, sko. Ég skil. Þannig að þú getur bara farið á YouTube og horta það á eftir. Herðu, ég er farið lóðbeint. Þetta er gott lag eftir föstudagsþáttinn að hérna sigla inn í helgina. Já, gott. Hérna, svona að lokum. Fjallabræður, eru þið að fara að brasa eitthvað? Ertu virkur ennþá? Ég borga þá félagsgjöldin. Ég passa mér á því, því að þá má ég alltaf vera með. Það er besta leiðin. Ok. Jú, eins og ég segi, þarna kynntist ég nú bara með mörgum af mínu bestu vinum og það er dásalegt að að geta hoppað inn. Ég misti reyndar af þeim með Birgittu í Hörpu fyrir 5 vikur síðan. Já. En mér skilst á Halldóri að þessi stór plön framöndan, það er alltaf stór plön framöndan í fjallabræðrum. Það er bara þannig. Halldór hugsar bara stórt. Já, hann hugsa nánast bara ómögulegt. Já, nákvæmlega. Sem er skemmtilegt. Sem er bara frábært og kannski svolítið límið í þessu, sko. Það er nákvæmlega bæði límið og lífið í þessu. Erljóðurinn, takk fyrir spjallið og ég sé bara góða gleði og stuð á sjómannadeginum þarna fyrir vestan. Ég bið að heilsa Patreksfirðingum og Vestfirðingum almennt. Já, ég segi bara, þú veist, þessu maðurinn, það er ekkert víst að þetta klikkir, sko. Það er ekkert víst. Hafið það ævinlega gott. Sömuleiðis fyrir. Takk fyrir. Blessu þig. Blessu.